Jæja, góða kvöldi, góðir áhorfendur. Hjartanlega velkomin í þessa útsendingu hér úr Ásgarði í Garðabæ. Það sem að fer fram leikur í fyrstu deild kvenna. Það sem að Stjarnan býður velkomna góða gesti úr Vesturbæ Reykjavíkur, KR. Og það eru ykkurar 10 mínútur í leik, þannig að ég ætla að skella hérna á skjáinn fyrir ykkur lista yfir leikmennliðana og við getum farið aðeins yfir það. Það er nú ekki komin byrjunarliðin ennþá, en hér sjáum við lið KR í fyrsta, byrjum þar. Þar er leikmaður númer 1, Violet Morrow, og leikmaður númer 3, Sara Emily Newman, númer 4, Diljá Valdimarsdóttir, númer 6, Helena Haraldsdóttir, númer 7, Hulda Ósk Bergsteinsdóttir, númer 8, Fanney Ragnarsdóttir, númer 9, Steinun Eva Sveinsdóttir, númer 10, fyrirliði KR-inga í kvöld, Perla Jóhannsdóttir, númer 15, Gunnhildur Bára Atladóttir, númer 18, Fjóla Gerður Gunnarsdóttir, númer 23, Lea Gunnarsdóttir og lokum leikmaður númer 26, Rakel Vala Björnsdóttir. Þjálfari gestana er Hörður Unnsteinsson, aðstoðarþjálfari hans er Rúnar Ólafsson. Nú, dómaraleiksins hér í kvöld, það er bara 2 dómarakerfi í fyrstu deild kvenna. Það eru þeir Arnar Þór Þrastarsson og Hermann Örn Sigurðarsson. En lið Stjörnunar skipar í kvöld, við skulum sjá, það er leikmaður númer 3, Fanney María Freysdóttir, númer 6, Bergdís Lilja Þorsteinsdóttir, númer 7, Diljá Ögn Lárusdóttir, númer 8, Sunna Margrét Eyjólfsdóttir, númer 9, Heiðrún Björg Lindsdóttir, númer 11, Bára Björk Óladóttir, númer 12, Karolína Harðardóttir, númer 14, Kolbrún Eir Þorláksdóttir, númer 15, Kristjana Mist Lóadóttir, númer 17, fyrirliði Stjörnunar í kvöld, Ísold Sævarsdóttir, númer 19, Elisabeth Ólafsdóttir og lokum leikmaður númer 21, Riley Maria Poplewell. Þjálfari Stjörnunar er að sjálfsögðu Auður Íris Ólafsdóttir og Arnar Guðjónsson. En okkur er ekkert að vanbúnaði. Hér fer fram kynning í sal eftir augnablik og við bara látum þetta leikmannalistan vera hér upp á skjánum á meðan. Það verður ekki leiklýsing, en við óskum ykkur bara góðra skemmtunar. Takk fyrir.
Já, góðu gestir, þá þökkum við ykkur kærlega fyrir áhorfið á þennan leik sem að þar sem Stjarnan bar sigur úr bítum í nokkuð sérkennilegum leik þar sem að KR-ingar höfðu yfir höndina stærstan hluta leiksins og hér sjáum við á skjánum statið frá Körfuknattleikssambandinu og þarna sjáum við að hverjir eru svona afkasta